er djöflasýra í kaffinu hjá Seðlabankanum. Voru fleiri sem krulluðust inn í sér þegar sáu stýrivaxtahækkun hjá Seðlabankanum núna 19. ágúst 2026. Rökin sem þeir komu með að þeir teldu að verðbólga myndi jafnvel aukast eitthvað á næstu mánuðum og hækkanir lituðust helst af opinberum álögum og stríðsátökum í Mið-Austurlöndum. Og ég hugsaði bara, hvað í andskotanum eru að hugsa? Ef hið opinbera að hækka álögur og það er einhver nöttar í stríðsrekstri í Mið-Austurlöndum, hvernig eigum við, íslenski almúginn, að gera eitthvað til að beisla þessa verðbólgu? Þetta er ekki í okkar höndum. Og þeim finnst eðlilegt að hækka stýrivextina til að auka peningalegt aðhald. Á hvern? Á ríki sem er að hækka álögurnar, á sveitarfélög sem hækka álögurnar og Donna vin minn sem er að stoppa og byrja stríð hérna á kortisfresti. Haldið þið að einhver hætti með stríð í Mið-Austurlöndum að því að Seðlabanki Íslands hækkaði stýrivextina? Og það er eiginlega bara allir sammála þessu nema Seðlabankinn. Seðlabankinn er bara eins og einhver þáttur í Little Britain says, the computer says no, no. Og ég fór bara að velta fyrir mig hvenær sjáðu ljósið. Þegar 10% af fyrirtækjum landsins eru gjaldþrota eða þegar barnafjölskyldur landsins þurfa að velja á milli þess að borga af húsnæðisláninu sínu eða senda krakkan í fótbolta. Og þetta er búið að vera svolítið í fjölmiðlum. 4. ágúst 26 spáði greiningardeild Landsbankans hækkun á stýrivöxtum og taldi að eftirfarandi þættir hefðu mest áhrif til að viðhalda hárri verðbólgu næstu mánuðum. Hækkandi heimsmarkaðsverð á olíu, hærri flugfargjöld, hækkanir á skólagjöldum Háskóla Íslands og hækkun á komugjöldum í heilsugæslu. 10. ágúst 26 er viðtal á RÚV við Höllu Gunnarsdóttur, formann VR sem segir að kjarasamningum verði sagt upp nema stjórnvöld og atvinnurekendur axli ábyrgð og grípi til aðgerða. 15. ágúst 2026 er grein í Viðskiptablaðinu frá Jóni Sigurðssyni, forstjóra Stoða, þar sem hann telur sjónarhorn Seðlabanks vera of þröngt og væntingastjórnun ekki til fyrirmyndar. Þar sem stýrivextir getur verið öflugt tæki til að draga úr eftirspurn í hagkerfinu en þeir hafa hins vegar engin áhrif á gjaldskrárhækkanir hins opinbera, hækkun flugfargjalda og eða þróun hrávöruverðs á heimsmarkaði. Á vísi.is 17. ágúst 26 segir Már Wolfgang Mixa hagfræðingur að raunstýrivextir hafi ekki verið hærri síðan rétt fyrir bankahrun og telur galið að eltast við 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabankans. Þetta er ekkert flókið, þetta sjá þetta allir nema einhverju fílabeinsturniðan í Seðlabankanum og eina planið sem þeir kunna er að vera með undirliggjandi hótanir að við þurfum að beisla verðbólguna. Og hvað er planið? Hækka helvít stýrivextina þangað til við semjum frið í Mið-Austurlöndum og erum við að fara að gera það, ég og þú?